Þá komið að síðasta lið á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Já, ég þarf alveg að taka mig á mute sko hérna. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég vil þakka umræðuna sem fór fram hérna áðan. Það var áhugavert að hlusta á okkur og ég fer vel nestuð á þessum fundi í að klára þau verkefni og gefa enn frekar í þau þegar bara umsvifalaust. Það alltaf mjög gott að fá svona input og ýta við fólki. Það algjörlega ástæða til þess. Ég held að það hafi verið farið bara mjög vel yfir þessi mál, en mig langaði nú kannski bara að því að þið voruð nú að hrósa samstarfinu og þakka fyrir samstarfið hérna í áðan, þá langaði mér líka til þess að hrósa ykkur. Mér finnst algjörlega ástæða til þess að þakka ykkur fyrir samstarfið og velunnin störf, og ég held að þið geti verið ánægð með ykkur hvernig þið að taka á málum. Það er engin halleluja samkoma, það málefnaleg svona, hvað ég segja, umræða og gagnrýnin það líka. Og ég held að það sé mjög mikilvægt og það grundvallar atriði í pólitískri umræðan sé að gagnrýnin sé málefnaleg og að fólk geti unnið saman að þeim mikilvægu málum sem eru hverju sinni, og það hefur nú heldur betur verið hérna undanfarið og þegar þið tekið vel á því. En svona í framhaldi af því þá langar mér til þess að segja að verkefni síðustu vikna hafa eðli málsins samkvæmt, eins og við höfum margítrekað rætt hér, helgast af COVID-19 veirunni og stöðufundum með aðgerðastjórn almannavarna, neyðarstjórn Akureyrarbæjar og sviðsstjórum ásamt því að leysa verkefni frá degi til dags. Og það sem eru, eins og ég hef sagt ykkur áður, þá það verkefni við að teikna upp sviðsmyndir með sviðsstjórum og sem við ætlum að nýta okkur í verkefnunum framundan til þess að sjá hvernig hlutinni geti þróast í besta og versta falli. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við séum búin að gera svona drög að því til þess og leggja fyrir ykkur hvernig við sjáum hvernig næstu misserum munu þróast, og í raun og veru enginn geti sagt neitt um það. Við erum að horfa á löndin í kringum okkur og hvernig hlutinir eru og við sjáum að Spánn er búin að tilkynna það að það verður lokað fram eftir hausti landið og við erum að sjá það að Bandaríkin eru að þróast í mjög sérstaka átt. Þannig að heimurinn er undir og við erum ekki eyland þó við séum eyland í þeim efnum. Þannig að við erum að horfa til þess að hver dagur getur skipt máli og allt breytingum háð. En mér finnst aftur nauðsynlegt að segja frá því hvað ég ánægð með starfsfólkið og aftur með ykkur og þá samvinnu sem hefur verið upp á síðkastið. Og ég held að saman þá getum við tekist á við þær breytingar sem munu verða. Þú veist, þetta verður flókið og þetta verður alveg örugglega erfitt, en ég held að við munum komast í gegnum þetta. En ég vil líka segja að eina ástæðu þess að svo vel hefur tekist til, þó ég ætla alls ekki að fagna of snemma, að við höfum tekið höndum saman og við höfum tekið þessari veiru mjög alvarlega og höfum tekið hlutina föstum tökum alls staðar í okkar kerfi og líka hér á Akureyri, og íbúar á Akureyri þeir hlýða og þeir hlusta á allt það sem fyrir þá lagt. Og ég held að það sé eina ástæðanum fyrir því að við erum með svo fá smit hér sem raun ber vitni, einungis 30 sem hafa verið greind hér. En aftur, ég vil ekki fagna of snemma. Við höfum séð hvernig þróun hefur orðið vestur á fjörðum og við höfum nú þegar sent bakverði þangað til þess að hjálpa til
og svo höfum við séð að í Singapúr, þar sem hlutin virtist vera í enni góðum málum, þar eru smitin að rjúka upp. Þannig að ég bið ykkur að fara varlega og alla íbúa. En eins og umræðinni áðan, varðandi til dæmis rafræna þjónustu, það hefur mikið gerst undanfarið og það mikið að gerast og til dæmis varðandi íbúappið þá það núna komið til stefnu og stefna núna í smíðavinnunni. Við erum búin að leggja línunar, þannig að ég hlakka mikið til að sjá afurðina og ég vonast til þess að það verði allt í þeim anda sem við viljum og svo getum við að sjálfsögðu fengið meira inn í appið eftir sem við viljum. Tæknin hún líka leyfir okkur það að við getum í þessu rými, þessu fjarfundarými, við getum brotið hópana upp og átt verið í vinnu í minni hópum og ég held að það sé líka kannski gáfulegt. Og það sem við höfum séð í húsnæðismála umræðinni núna síðustu vikurnar að mögulega þá getum við verið í enn minna húsnæði og breytt starfsháttum sveitarfélagsins enn meira og ég held að það sé sérstök umræða þegar faraldurinn genginn yfir, hvernig við sjáum það fyrir okkur. En 8. apríl þá var gleðileg stund þegar fyrsta skóflustungan var tekin við byggingu Klappa, nýja leikskólan sem nú rís við Glerárskóla og verklok áætluð í ágúst 2021 og ég ger ráð fyrir að þið hafið eins og ég heyrt áðan sprengingarnar og það alltaf ákveðið gleðiefni að heyra í tækjum og tólum vera komin á fullt og það verður mjög gaman þegar þessi skóli tekur að rísa. Nú 14. apríl þá satt ég fjarfund með sambandinu stafræna þróun þar sem rætt var verkefni sem sveitarfélögin eiga í samvinnu og hvar tækifæri liggja í frekari samvinnu í þessari stafrænu þróun og það framundan ráðstefna 12. maí stafræna þróun sveitarfélaga og ég verð þar með erindi og þar ætla ég að ræða tækifærin sem felast í COVID eða sem sagt í post-COVID, nýjum starfsháttum, velferðartækni og fleira og það gaman að segja frá því að það mikil umræða inn í þessum hópi það að sveitarfélögin geti átt í miklu meiri samvinnu stafræna þróun og við séum ekki hvert í sínu horni að gera frábæra hluti, heldur séum við að finna bestu lausnirnar sem við leggjum fyrir sveitarfélögin og þannig að við séum að nýta okkur kraft fjöldans og að fá þá lausnirnar á góðum verðum og að fara í innkaup á lausnum, alveg sama hvort að það eru stórar eða litlar lausnir, en að við gerum það sameiginlega en ekki hvert í sínu horni og lögfræðingar sambandsins hafa nú þegar kannað það hvort að það sé andstætt samkeppnislögum og svo ekki. Þannig ég held að þarna séu falin fjölmörg tækifæri sem við eigum sannarlega að nýta og ekki að vera hvert í sínu horni, heldur að gera hlutina saman. 15. apríl þá átti ég fund með hverfisráði Hríseyjar varðandi hugmynd þeirra Sittaslóð hugmyndafræðina fyrir Hrísey og við erum komið með þetta mál í farveg. Sittaslóð samtökin það eru hugmyndafræði svona hæga lifnaðarhætti og nú þegar Djúpavogur hluti af Sittaslóð samtökunum sem eru ítölsk samtök og sem eru út allan heim og þetta geti verið spennandi verkefni fyrir Hrísey en við þurfum að koma þessu í farveg með hverfisráðinu og 17. apríl þá satt ég fund með SSNE stöðuna í landshlutanum en landshlutasamtökin að safna upplýsingar stöðuna og þannig að til verði greinargerð fyrir kjörna fulltrúa sveitarfélagana, Alþingi, stjórnendur sveitarfélaga og atvinnulífið og við tókum þarna ákvörðun bæjar og sveitarstjórar að við myndum hittast vikulega og ræða málin og á þessu vettvangi og það bara mjög gott að við getum skipst á skoðunum og verið að svona í góðu sambandi í gegnum þetta og mér langar til þess að segja það líka það góða sem hefur gerst nú í vetur með öllum þessum áföllum sem hafa riðið yfir þetta svæði óveður og fleira, að böndin milli bæjar og sveitarstjóra hafa styrkst verulega
og við erum í ofsalega góðu sambandi allir bæjar og sveitarstjórar hér á svæðinu, allt frá Fjallabyggð og austur til Langanesbyggðar, og það mjög dýrmætt fyrir okkur öll og við leitum hvert til annars með ráð og svona með stuðning, þannig að það mjög gott. Þannig að sama dag var aðalfundur Norðurorku, okkar góða og stöndu og félags og mér langar til þess að taka undir orð sem sögð voru að sjálfsögðu Norðurorka eitt af okkar gulleggjum og okkur ber að fara vel með það og nýta vel í þágu samfélagsins okkar. Og svo í morgun þá átti ég fund aftur með SSNE skýrslu sem unnin var með þeim velferðartækni og sameiginlega vinnu hér á svæðinu í framhaldinu, þar sem við vorum að ræða möguleikana sem gætu skapast þar, og ég held að það séu fjölmörg tækifæri. Mér langar líka til þess að segja ykkur frá því að því við vorum að tala bæði velferðartækni og rafræna þróun, þá erum við munum við taka upp viðtöl við skjólstæðinga fjölskyldusviðs og búsetusviðs í gegnum hugbúnað, Köru Connect og eins og Reykjavík hefur verið að gera og fleiri sveitarfélög, og þannig erum við að jafna aðgengi og auka aðgengið og bæta þjónustuna við íbúana okkar, og það fullt af fólki sem treystir sér ekki endilega út úr húsi, en þetta opnar tækifærin til þess að eiga samskipti við ráðgjafana okkar og starfsfólk. Þannig að þetta mjög jákvætt skref og ég held að við munum skoða enn fleiri slík rafræn skref í framhaldinu. Ég sjálf hef verið átti rafræna fundi, sem sagt annarkvort á Zoom eða Teams, með íbúum sem hafa óskað eftir viðtölum, og það hefur gengið mjög vel og ég mun bjóða upp á það framvegis, þannig að íbúar geti annarkvort óskað eftir fjarfundi eða snertifundi. Þannig að ég vonast til þess að það geti orðið til þess að fleiri leiti til mín og það verði ekki það eru ansi margir sem leita til mín, en það muni verði til þess að það verði einfaldara fyrir fólk að eiga fund með bæjarstjórunum. En að öðru leyti þá vil ég bara þakka ykkur fyrir gott samstarf og góða samvinnu síðastliðnar vikur, og ég vonast til þess að við förum nú að sjá í land með þessa blessuðu veiru. Takk. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá fundarins þá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar: bæjarráð 8. og 16. apríl, frístundaráð 8. apríl, kjarasamningsnefnd 7. apríl, stjórn Akureyrarstofu 16. apríl, og hægt að nálgast þessar fundagerðir allar á heimasíðu bæjarins. Ég segi þá fundi slitið klukkan 18:44. Takk fyrir góðan fund.